hjartanlega velkomin á árshátíð Sandgerðisskóla 2026. Kæru nemendur, velkomin aðalárgangurinn 2010, velkomin á okkar síðustu árshátíð sem þáttakendur. Við erum að eiga langan dag í dag. Við áttum góða stund og borðum með þessu prúðbúna fólki. En nú er komið að árshátíðinni og það eru 4 kynnar hjá okkur í kvöld, eins og hefðin er. Það eru kynnar úr 9. bekk og kynnarnir í kvöld eru Elisabeth Margrét, Guðna Trú, Jana Margrét og Vaka Voni. Við erum hjartanlega velkomin á sviðið. Komið sæl öll og velkomin á árshátíð Sandgerðisskóla 2006. Ég heiti Jana og ég heiti Guðna og við verðum kynnar hér í kvöld ásamt Vöku og Elisabethu. Það verður margt skemmtilega dagskrá hérna í kvöld, en 7. bekkurinn ætlar að byrja kvöldið á því að sýna okkur leikrit. Næst kemur 8. bekkurinn með myndband. Á eftir þeim kemur 9. bekkur einnig með dansatriði og myndband. Því næst kemur atriði starfsfólk þar sem verður boðið upp á rosalega atriði. Svo lýkur 10. bekkurinn skemmtidagskránni með myndbandi og dansatriði. Það þarf að huga að mörgu þegar árshátíð er haldin og taka bekkinni þátt í þeim undirbúningi. 7. bekkurinn sá fordringinn og taka á móti gestum. Gefum þeim gott klapp fyrir það. 8. bekkurinn sá þessu glæsilegu skeytingar í salnum ásamt skeytingarnefndinni. Gefum við þeim gott klapp fyrir það. En ekki síst sjáum við í 9. bekk að kynna dagskrá kvöldsins og rósahamingju. Gefum okkur gott klapp. Og þá er komið að fyrsta atriði frá 7. bekk. Gjörið svo vel. Jú, það maður að gera það. Þetta er bara hér í skólanum. Hei, podcasturinn er Dilja. Hún er að taka viðtal af Alexandru og Jenny. Sjáðu. Já, hvað segir þér? Er það bara tjúlið allt eða? Já, sko, hún bara farið til London, Spát, Dublin, hvað annars það hefur ekki verið? Já, þið er bara heilt frægar. Já, það er bara þannig, sko. Ætlaðu að mæta í fermingarafmælið eða á föstudaginn? Já, við erum ekki alveg viss. Við erum með gigg á föstudaginn og við erum alveg 3 bókar, svo við þurfum bara að sjá til. Það verður geggjað að það kemur. Hi besties! Welcome to Day in my life. Í dag er það 20 fermingarafmælis reunion. Og ég líka, en það útgáfa verður miklu betri. Fylgið mér frekar. Halló, þú stannst hugmyndir minni. Ég stann engu, ég ger bara allt betur. Oh my god, þetta er byrjað. Við þurfum að fara. Verður content. Hæ og velkomin í nýþátt á podcastinu mínu. Í dag er ég stödd á 20. fermingarreunion hjá 7. bekk. Ertu að taka þetta upp? Já, þetta er líklega skrítnasti þátturinn minn. Oh my god, þetta er forseti Íslands. Stopp, ekki nær. Slakið á, krakka mínir. Pæli í því. Þetta er alveg ótrúlegt. Ég skila aldrei heimann á mínu grunnskóla, en einhvern veginn stjórnaði landinu í dag. Þetta gefur mér von. Herra forseti, ef þú skila aldrei heimann á mig, hvernig óskapunum ertu forseti?
Sko, þegar ég var þingmaður, þá áttaði ég mig á einu vandamáli. Hvað vandamáli? Að maður þarf að vera 35 ára til að bjóða sig fram. En þú ert ekki 35. Nei, þannig ég setti málið bara í nefnd og þessi frábæra nefnd komst að þeirri niðurstöðu að það eru miklu skynsamlegra að hafa aldurstakmark í 30 ár. Og hver var í nefndinni? Ég og eina frændi minn. Já, en hvernig varstu kosningarnar? Mjög einfalt. Ég lofaði öllu. Virkar það? Já, og ef eitthvað gengur ekki upp, kenni ég bara síðustu ríkisstjórn það. Afsakið hvað að segja mér æfingu. We're basically elite athletes. Næstum atvinnumenn. Smá spurning fyrir podcastinu. Hver stóra markmið ykkar í íþróttum? Ólympíuleikarnir. Í hvaða landi? Í PlayStation telst ekki FIFA með. Það er sambandið vantar eitthvað. Með þetta fjárfrelsi. Get ég gert eitthvað fyrir þig? Herra forseti, ég stofnaði fyrirtæki. Nú, hvað gerir fyrirtækið? Sko, við erum ennþá frá hugmyndina, þannig ég veit ekki alveg hvað þeir eru að gera. Ekki alveg ennþá, en við erum búin að halda mjög marga fundi. Fullt af fundum? Já. Og engin niðurstaða? Nei. Þú getur prófað að vera í pólitík. Hinrik, hægir krók. Þú byrjar. Eru þið enn að slást? Við erum ekki að slást. Við erum atvinnuboxar. Og á morgun erum við að keppa heimsmeistaratitil. Ég ætti að læsa það. Nei, blessaður Óli. Langt síðan síðast. Sömuleiðis. Hvað er að frétta af þér? Hvað vinnurðu? Bara sko, ég haf kokkur til að laga matinn í skólanum. Nei, hættu. Ég var arkitekt til að búa til pláss fyrir alla í svona skóla. Þið hafið greinilega báðir verið að reyna að laga vandamál skólanum. Já, ykkur er varð að gera það. Ég gerði það líka. Hvernig hafa? Ég hannaði tölvuleik. Hvað? Hann heitir Hvernig skal lifa af í grunnskóla. Hvað kann maður að gera í leiknum? Til dæmis að lifa af hávan í mötuneytinu, finna sæti í stofunni og sleppa við heimanum. Nei, ef við eigum bara skammtasveiflana í Karkarsviðinu, ætti orkujöfnunin að leiða staðbundið ormakvæmt. Já, nákvæmlega, en þá þurfum við líka að samstilla tækjumsölu við ríksviðið, annars hrýnur allt. Býttu, hvað er þið að tala? Ég skildi ekki orð. Við erum vísindamenn og líka geimfarar. Býttu, hæ? Við erum að vinna teleportation. Við ætlum að teleportast út í geim. Nei, vá. Og ef þetta virkar, má það koma með. Býttu, hvað er í gangi með þig? Ég haf 6 börn. What? Ég er búin að vera þreytt síðan 2033. Og hvernig þekkst þig? Ég er ljósmóðir. Og ég hef tekið það á móti öllum börnunum hennar. Býttu, af hverju þið handjárnum? Ég sit inni núna. Hæ? Hvað gerðirðu? Ég má eiginlega ekki tala um það. Ég mæli með að hann sé sem minnst. Var þetta bankarán? Eða eitthvað svona mafíudæmi. Slakið á, þetta er ekki svo dramatískt. Segðu okkur! Hvað gerðirðu eiginlega? Ég fór yfir að rauðu ljósi. Það er ekki fannvísi fyrir það. Nei, en hún gerði það 7 stundum í röð. Þetta er resturinn núna sem ég hef verið í. Emil, hvað hefur þú verið að gera síðustu 20 árin? Sko, lítið er breyst á mér. Hvernig þá? Ég bý hjá foreldrum mínum. Í alvöru? Já, sama herbyggi, sama rúm, sama PlayStation. Vinnurðu eitthvað? Já, stundum hjálpaði pappa að setja upp á döguna. Þetta hljómar meira eins og þú ert enn í 7. bekk. Já, mamma kallar mig í mat. Gerirðu eitthvað sjálfur? Já, ég panta pítsuna. Ég er alveg prestur. Af hverju? Ég ætla bara að blessa þetta ástand. Guð verið með þér og foreldrinum. Ég verð kennari. Í alvöru, af hverju? Ég vildi vera svo Aþena.
Þannig að ég tók bara við af henni í Sandgerðisskóla. Vá, þannig að þú ert núna að kenna krökkum eins og við vorum. Já, og þau eru nákvæmlega eins og við vorum. Þannig að þið hlusta ekki. Nei, ekki neitt. Ég var líka kennari. Af hverju? Ég vildi skilja af hverju kennarar voru alltaf svo þreyttir. Nú skil ég það mjög vel. 180 dagar með þessum ormum meira en nóg. Ekki misskilja mig. Þau eru æði en Guð blessi ykkur. Afsakið var ógeðslega sein, flugum mér var seinkað. Oh my god, hvað ertu að koma? Bara frá Bali, Tælandi, Hawaii, bara hvað ég hef ekki verið sko. En vá, hvað er gangið með þetta veður? Þetta er bara Ísland. Gleymdi alveg hvað var kallt ég er. Kallt? Það sló í hitanett í mars í dag. Hvað, heila 6 gráður eða? Jesús, að gera sér þetta. Ef maður hugsar út í það, það er það svolítið skrítið. Við erum alls konar. Forseti, Kennarar, kokkar, vísindamenn, áhrifavaldar. og sum okkar eru enn að reyna að finna út úr lífinu. En við byrjum öll á sama stað. Í sama skóla, í sama bekk, Og kannski er þetta sem skiptir mestu máli. sama hvert lífið fyrir með okkur. Jú, reyndar, en það er ekki séns að það mæti. Það var heimsfrægar. Já, gleymdi því. Það er margt að koma. Like, share, or subscribe.
7. bekknum fyrir. Elisabeth, ég er með drambara. Já, hvað er með hann? Hvað sagði veggurinn við hinvegginn? Ég veit það ekki. Við hittumst á horninu. Þessi var góður. Ég kann líka einn, viltu heyra? Já, endilega. Hvað kallast það þegar skúpur fer í ferðalag? Ég veit það ekki. Fíluferð? Næst er komið að 8. bekknum. Gjörðu þið svo vel.
Góðan daginn, við erum að öskra óvænt í skólanum. Ekki öskra nú. Ekki öskra. What is this?
Við vorum ekki kaffist og fyrir að tryggja mig að hljómlýsina saman. Það er að fyrir einn að fara hérna sko. Og vitið það að verða. Skamar mínu, við erum okkur hingað. Við þakkum 8. bekk kærlega fyrir frábært atriði. Sveina, ég með drandra. Af hverju fór Traugmann til læknis? Ég veit það ekki. Af því hún var með vírus. Þessi var góður. Eigum við ekki bara að kynna næsta atriði? Nú er komin að atriði 9. bekkjar og þau ætla að dansa fyrir okkur. En fyrst fá að sjá smá grímyndband frá þeim. Gjörðu svo vel! Hvað árið er þetta? 2005. Árið er þetta? Hvað árið er þetta? Hvað árið er þetta? Ok, hvað árið er þetta? Hvað árið er þetta? Hvað árið er þetta? 19. Atriði og Ingvar. Það var Hansi. Þetta er maður og Henni. Hansi. Hvað meinar? Já, Ingvar átti ekki þetta prófið. Jú, ég lofa henni mæta. Já, andlúks, það mætti á náttúrulega prófið. Erik. Já.
Hvernig fannst þér leikurinn gegn? Já, leikurinn var bara smá jafntími, sko. Já, það meira betri, sko. Rólega á, það er ekki hálf svona á. Þið tyggjó? Já! Kann it go beast mode? Grá og tæknin sífellt betri. Nú venjulega röntgenmyndir einhver notaðar til að kanna hvort beinagrind er í lagi. Það ekki aðfangreind manns sjálfan myndin, þetta ótrúlega magnað. Hverju ári gerðar 500 gamlar litmækjuna líka rannsaka ýmsa ræða líkamann með Hvort myndið þið frekar vera hér í skólanum að kenna eða að fara heim? Við myndum vilja vera hér og kenna þessu frábæra bekk. Út af því að þau hlusta alltaf á okkur og eru svo skemmtileg og eru besti bekkurinn. Too
Við erum með brandara. Veistu hvað sólpallinn sagði um sólpallinn? Nei. Ég vildi að það væri svalir. Vaka, vissir þú að Dracula átti lítinn bróður sem var grænmetisæta og hét Rúkóla? Næst kynum við til leiks atriði starfsfólks skólans.
Já, ég veit ekki. Það var eitthvað okkur, sko. Já, Nei, ekki það. Ég strikka samt sólina með vídeo, sko, og ég á Veistu hvað? Ég veit að þetta byrjar að vera fyrir sig. Þökkum starfsfólkinu fyrir þetta svakalega atriði. Guðna, ég meina sögur. Einu sinni var stelpa sem sagði við strák, ég elska þig. Teldu blikkandi stjörnuna á himninum, þá veistu hvað mikið ég elska þig, sagði strákurinn. En það er dagur, það er engar stjörnur. Jana, vistu á hvað maður heitir saltfisk? Nei. Nú auðvitað á saltstöng. Þá komum að loka atriðinu hér í kvöld og eru það auðvitað snillingarnir í 10. bekk. Gefum þeim gott klapp. Some losers. Krakkar, hvað er Kristín? Þú betur hún brostið á hann. Hvað? Hvað er það? Hæ? Ok, þið er inn að leika með að matta. Frans, Nikur, hættu þið. Hvað, þú er stelpið? Það er náttúrulega að vera með alveg saman. Nú fyrir frikadeller sem danska bollur og danski fáninn mjög einstæður. Hvað finnst þið að vera svona típist íslenska? Mér finnst það svona flatbökur og... 20 minutes later. Ég kann að taka flassi 67 minnibók og lesa flassi 22. Ég muni að lesa mjög vel undir undirtafluna í dönsku. Já, krakkar, ég var kallaði sem þú að lesa. Þú að lesa það líka heima, mjög vel. Þetta kemur í prófinu. Meina það að börsi. Meina það að má ég börja? Góðan daginn, krakkar. Góðan daginn, krakkar. Góðan daginn, krakkar. Góðan daginn, krakkar. Góðan daginn, krakkar.
Eins og við kannski þá Guðrún ekki í dag, þannig að ég verð þetta með þér. Já, Guðrún gaf mér svo leiðbeiningar að geta Planet Earth 3 verkefni, er það ekki örugglega rétt? Og ég veit hvað við að gera, þannig að ég með góða hugmynd. Við erum að gera hérna að þýða Take the Dog í Taylor Swift. Ég ætla að syngja hérna svo fyrir ykkur. Ég á sér sko þig. Ég ekki fyrir tónum. Þetta er það segir. Þetta er það segir. Daginn týndi bekkur, það er svo gott að koma í gegn, það er svo mikil breytingar. Það komið til að tala um breytingar. Þetta er lífið. Þið erum komið frá hingað. Ég er hérna. En breyting. Það er það hún. Nei, það er ekki þetta. Ég vakti á þessu buxu í extra smá, en samt er það ekki svona. En samt er það ekki. Þú skuttast hann, en passa að skjóta ekki mig, Ok, takk fyrir, hún segir að mannkótt við þegar það er eiginlega að leggja fótæli. Sérstaklega þeir strákar. Svo daginn mannkótt skallar við. Jæja, svo daginn krakkar sem ég var fótæðum fyrir mætt. Jæja, krakkar, ef við lóðum röstir, er ekki til í smá stórjóga? Vaknaðu dugleg! Hvort er þetta?
Her hair, both perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. Boom, boom, boom. Even
þessu með? Ég veit, já, það er svo. Það sé. Nei, það er svo. Er þetta eitthvað mail eða? Þetta er inn á okkar. Ég held það ekki á. Ég held það. Eru að koma? Já. Leiftu kannski Sigga fram hér og hann Við þökkum tíundabekkum kærlega fyrir þetta frábæra atriði. Nú koma það Ríkey og Júlíus á svið og ætla að sjá að afhenda húsið.
Ragnar Pálmi. Alexandra Halina. Arnar Smári. Aron Logi. Benjamin Hlíðqvist. Bergþór Óli. Daniel Þór. Elías Snær. Elsa Rós. Erla Ósk. Eygló Natalie. Eyjólfur Þór. Frans Mikael. Guðni Björn. Hafdís Sif. Hafþór Óli. Hildur Þóra. Ísabella Ýr. Jasmín Ósk. Kamilla Björk. Cornelius Patrik. Kristín Hrefna. Margrét Þóra. Mikołaj. Nikodem Ingi. Nikola. Nökkvi Þór. Oliver Magnús. Patrik. Pétur.
Rabbi Þór. Sesselja Ásta. Stefán Þór. Sunna Mari. Torfi. Viktoria Nutt. Nú þarf að rýma salinn og greiða hann fyrir ballið. Það þurfa allir að fara úr salnum og svo verður sett inn á ballið okkar en það kostar 2000 krónur inn. Þetta verður geggjað ball og vonum við að þið skemmtið ykkur vel. Við viljum þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna í kvöld. Frábær ásatíð. Nú gerist tími fyrir myndatökur af 10. bekk en við minnum á að allir aðrir fara fram á meðan. Takk fyrir okkur!